okkur vel, að sjálfsögðu. Örfáar athugasemdir. Í fyrsta lagi sko, þá erum við búin að vera að velta fyrir okkur hvort við eigum að nefna allar þessar nefndir og nafn í stjórnarskrá eða ekki. Og mér var svolítið svona eins og tónninn hjá okkur síðast væri frekar jafnvel fráhverfur því að nú erum við komin hérna með eftirlitsnefnd og rannsóknarnefnd og alls konar. Þannig að ég bara spyr, endilega nauðsynlegt að vera að nefna þetta allt saman á nefnd? Ekki bara hægt að segja almennt að skipa skuli nefnd eða að nefnd skuli starfa innan þingsins sem hafi þessi og hinn verkefni ef þið viljið tilgreina þau. Og svo fór ég að hugsa þegar ég las hérna með eftirlits- og stjórnskipunarnefndina, hver í henni, hugsaði ég. Þú veist, af því í hérna 13. grein þá er talað rannsóknarnefndina og þá segir í annarri málsgrein að nánari reglur hlutverk og skipan skuli setta með lögum. Þannig ég myndi svona samræmisins vegna athuga hvort þið viljið ekki hafa eitthvað svipað í hinni greininni, það 12. grein. Og svo kannski ef ég tek þessa samræmispælingu enn lengra, þá finnst mér svona eins og það að þróast einhvers konar svona eftirlitskafli jafnvel í stjórnarskrána, þar sem bara hægt að hafa þetta allt á einum stað og einmitt sérstaklega ef að hérna, það myndi heyra undir eitthvað ákveðið embætti og þannig að fyrir borgaran sem hefur yfir einhver að klaga, þá sé ekki mjög flókið að vita hvert hann á að snúa sér til að biðja að einhver sé rannsakað eða hann fá einhvern veginn sinn rétt bættan. Og þess vegna held ég að það væri mjög sniðugt bara í nafni einfaldleikans að reyna að hafa þetta allt saman einhvern veginn og einfalda þetta. Ef það hægt að láta sömu nefnd taka fleiri störf frekar eða eitthvað slíkt sko heldur en að búa til mörg lítil batteri sem að síðan kannski tapast einhver yfirsýn yfir. Þannig að ég held við ættum ekki að fylgja skýrslunni í blindni hvað þetta varðar en ég samt alveg mjög ánægð með þetta sé hérna inni núna því ég held að þetta hnykkja á því að það þurfi að fela þetta eftirlit einhverjum. Svo svona hinn hliðin í mér hugsa svolítið svona ef við setjum upp endalaus eftirlitsbatteri út allt að því við erum svo brennd þá erum við líka svona eitthvað með að stíga í átt að einhvers konar svona lögregluveldi að því leiti sko að við ætlum að reyna að gera það fyrir allt og það sem að gerist þegar maður reyna að gera það fyrir allt það að hinn fyrir að hugsa hvernig kemst ég fram hjá öllu. Þannig einhvern veginn líka þurfum við á einhverjum tímapunkti bara að treysta því að fólk verði heiðarlegt og að við búum til það góðan stjórnramma að það þurfi ekki að hafa eftirlit með hverjum einasta manni stöðugt sko. Og líka þá í nafni einfaldleikans en ég mjög glöð að sjá þetta núna hérna inni en ég vona einhvern veginn að í vinnunni okkar í framtíðinni það myndi að þróast út í einfaldara form og skýrara og þannig að bæði borgarinn og við sem erum að gera þetta skiljum betur nákvæmlega hvaða eftirlitsvald við erum að fela hverjum og hvers vegna. Takk.